leikmann nummer 1 Arnar Daði Jóhannesson, nummer 2 Gunnar Bergmann Sigmarsson, nummer 4 Bjarni Páll Linnet Runálfsson, nummer 6 fyrirliðinn Aron Elí Sævarsson, nummer 7 Aron Jóhansson, nummer 8 Aron Jónsson, nummer 10 Elmar Kári Elísson Kogic, nummer 16 Bjartur Bjarni Barkarsson, nummer 22 Oliver Björn Jensen, nummer 25 Georg Bjarnason og nummer 77 Hanna Snæri Magnússon. Varamenn Aftureldingu eru Birkir Haraldsson, Andri Freyr Jónasson, Arnór Gauti Ragnarsson, Valgeir Árni Svansson, Sævar Atli Hugason, Sigurpáll Melberg Pálsson og Patrekur Orri Guðjónsson. Þjálfari Aftureldingar er Magnús Már Einarsson. Þjálfari Reykjavíkur í markinu við leikmann nummer 1 Aron Snær Friðriksson, nummer 3 fyrirliðinn Sigurjón Már Markússon, nummer 5 Arnar Helgi Magnússon, nummer 7 João Ananías, nummer 9 Ómar Díuk, nummer 10 Kæleo í barðhaldstöðu, nummer 13 Dominik Radic, nummer 14 Amin Kosic, nummer 15 Ibrahima Kamara, nummer 19 Tómas Bjarki Jónsson og nummer 24 Hreggviður Hermannsson. Varamenn Njarðvíkinga eru Daði Fannar Reinhardsson, Hugamár Ragnarsson, Slavík Kosov, Freysteinn Ingi Guðnason, Svavar Þórðarsson, Björn Aron Björnsson og Erlendur Guðnason. Þjálfari Njarðvíkinga er að sjálfsögðu Gunnar Heiðar Þorvaldsson og honum til aðstoðar er Arnar Smárason. Dómari í dag er Gunnar Oddur Hafliðarsson og honum til aðstoðar er Sveinn Ingi Sigurjónsson Vóge og Ronarong Vógmahatæ. Eftirlitsmaður KSÍ er Ólafur Ingi Guðmundsson. Áfram Njarðvík! Þá erum við komin hér að stað í 10. umferð Lengjudeildarinnar hér á Rafaldsvellinum Njarðvík Afturelding. Adam Sigurðsson heiti ég og lýsi þessu fyrir ykkur í dag í smá rigningu. Þegar ég var hérna síðast var einnig rigning og Samuel á sköfunni, hann er í vinnu líka í dag. Ég reynir mitt besta til þess að segja ykkur hvað gerist hér. Hér kemur sendingin Ómar Díuk og þetta er færi strax eftir nokkra sekúndur en gestirnir ná að hreinsa í horn. Við sjáum lítið hér úr glerinu en þetta kom nokkurn veginn upp úr þurru. Það var að fyrsta hotspinnan leiksins, Ómar Díuk sem tekur hana. Ómar setur hana í átt að nærstönginni, fær hann aftur hér. Ómar kemur með seinni fyrirgjöfuna og þetta er skalla burt. Þá koma gestirnir. Hér sækja þeir hratt upp hægra megin. Hrannar Snær setur boltan hér inn í miðuna, vel gert, lætur hann í gegnum klofið þarna en Njarðvíkingar hreinsa langt, en ekki langt. Og boltinn aftur fyrir í markspyrnu. Já. Byrja vel hér á Rafaldsvellinum. Njarðvíkingar hugsa að spila út frá marki en Arnar Snær ákveður að sparka þessu langt. Ómar Díuk og sendingin hér inn fyrir en er vel leysið. Njarðvíkingar geta með sigri komist aftur á topp Lengjudeildarinnar. Búa Aftureldingamenn til einhverja sókn og þetta er vel snúið hér á miðjum vellinum. Tjá í baráttu. Hér koma þeir vinstra megin, hér er skota marki og þetta er fyrsta markið eftir aðeins 3
mínútna leik rúmlega eru gestirnir komnir 1-0 yfir. Sé ekki nákvæmlega hver þetta er. Ég bara sé ekkert hver þetta er. En gestirnir úr Mosfellsbænum eru komnir hér yfir eftir rétt rúmar 3 mínútur. Já, menn velta hér fyrir sér. Þeir hafa skorað þetta mark. En leikurinn er komin aftur í gang og hér eru gestirnir að vinna boltan strax aftur. Ibra Kamara tapar honum á hættulegum stað. Brýtur svo hér á sér og fer í bókinu hjá Gunnari Oddi. Klaufalegt hjá Ibra Kamara. Já, þetta byrjar ekki vel hjá Njarðvíkingum. Fyrri hálfleikurinn í síðasta leik hjá þeim gegn Keflvíkingum var hægur og þeir fara aftur hægt af stað hér. Nú var það aukaspyrna á mjög svo hættulegum stað. Kári sem gerir sig líklega og hann tekur skotin. Frábælega var í Aronu Snæ sem næra haldunum. Virkilega góð spyrna hjá Elmari Kára. Aron Snær kemur með hann langt í átt að Amin. Það er Regnviður. Regnviður fer hann aftur. Setur hann hér niður á Sigurjón Má. Ibra. Smá bras hér á Njarðvíkingum að halda boltanum. Ibra alltaf leið niður á Aron Snæ sem kemur með hann hátt upp í vindinn. Þetta gerir Gjá vel. En Ómar nær þessum ekki og boltinn út af innkast. Þetta er innkast sem Njarðvíkingar eiga. Amin á Gjá. Já, og þetta er Bjartur Bjarmi sem er að brjóta af sér. Boltinn hratt í leik. Regnviður fram hjá einum, reynir að fara fram hjá tveimur en kemst ekki langt. Brýtur svo hér af sér. Gengur ekki alveg hérna hjá Aftureldingu að koma boltanum fram völlinn, vinna hér aftur. Þetta er vel spilað hjá Mosfellingum. Þeir labba hér fram hjá Njarðvíkingum, eru komnir inn á teiginn. Hér kemur sendingin inn á teiginn og þetta er Aron Snær að gera vel að koma út á móti. Þeir löbbuðu gegnum Njarðvíkingana þarna. Þá vilja Njarðvíkingar sækja hratt. Hér er Ómar á Amin Kosic. Amin Kosic í 1-1 stöðu. Það er róða tilbaka, finnur Regnvið. Sigurjón. Amin setur hann alla leið tilbaka. Ibra og ekkert dæmt hér. Hér sækja Aftureldingamenn hratt og framhjá Arnari Helga eða hvað, nei, hann kemst inn í þetta. Ibra missa boltan aftur þarna á hættulegum stað.
Það er Tjá. Ómar finnur Amin hérna út í vinstra megin. Þetta er vel spilað hjá Njarðvíkingum. Amin Kosic inn á hægri fótinn. Amin finnur Ómar aftur í svæði fyrir fram að sig. Ómar kominn inn á teiginn og þetta er fínasta vörn hérna hjá Oliver Björrum Jensen. Önnur hornspyrna Njarðvíkinga í þessu leik. Ómar tekur hana lágt inn á nærsvæði, fær boltan aftur, setur hann hér fyrir og hér vilja Njarðvíkingar fá á hendi en Gunnar Oddur dæmir ekki neitt. Íbra setur hann hér út, það er að Tjá, þetta er Kai Leo rykkir og hann vinstri fótinn, kemur með fyrirgjöf, hann er ekki við fyrsta mann. Kai Leo boltan aftur, út af fótasending hér á engan en það vantaði aðeins upp á samskipti aftast hjá Aftureldingu. Þeir hreinsa í hornspyrnu. Njarðvíkingar að setja smá pressu á gestina hér. Leo með hornspyrnuna. Þetta pakki Njarðvíkinga hérna við markmanninn. Spilaði hjá Aftureldingu boltinn, færist hérna frá hægri yfir til vinstri. Og boltinn hér á teginn er Arnar Helgi nær að setja þetta í innkast. Ómar með möguleika hægri vinstri, velur að fara til vinstri á Amin Kosic komin hér inn á teiginn, setur boltinn hér á Hreggvið með skot eða fyrirgjöf sem fer í varnarmann og í hornspyrnu. Það var gott upphlaup Njarðvíkinga. Þéttu takki upp við mark Aftureldingar. Svona tekist upp takki hér sem á góða fyrirgjöf. Næstum sem þetta langt burt. Svona til með sókn Helgi Kai Leo. Amin á hægri fætinum. Amin leitar hér inn á teiginn og hér kemur skotið frá Ómar Díuk. Þetta er markspyrna. Ómar Díuk æfur í því, vill fá hornið þarna. Þetta var vel spilað hjá Njarðvíkingum sem hafa látið þetta mark ekkert á sig fá. Sendingin fyrir engin ástæða og hér er Bjartur, gefur
með sendinguna inn á tegin en Andar Helgi setur þetta í hornspyrnu. Það var nokkuð einfalt hjá gestunum að koma sér upp í völlinn. Elmar Kári með hornspyrnu fyrir gestina. Lárbolti hér inn á nærsvæði. Elmar fær boltan aftur eða hvað? Nei, Íbra kemst inn í þetta og þá getur Amin Gósic hlaupið hratt upp með boltan. Styr fram í einum. Þrjá í kring svo þetta getur verið erfitt og Amin fyrir niður í tæklingu. Það var Elmar Kári fyrir afturheldingu. Vinnur hér fram hjá Hreggviði sem tekst og Elmar Kári er komin inn á tegin og hér er Gunnar Oddur að dæma vítaspyrnu. Elmar Kári að leika Njarðvíkingana grátt hér úti hægra megin og þeir eru ekki par sáttir við þennan dóm. Sjáum þetta hér aftur. Já, Sigurðan setur vissulega fótinn fyrir hann. Kannski ekkert rosaleg snerting en vítaspyrna er það og Elmar Kári er að fara á punktinn sjálfur gegn Aroni Snæ. Mínútur hér vinar á Rafaldsvellinum og gestirnir geta komist í 2 marka forystu. Elmar Kári Kogic gegn Aroni Snæ. Það gerir Elmar. Hann skorar, setur hann stöngin inn fram hjá Aroni Snæ og afturhelding er komið í 2 marka forystu hér á Rafaldsvellinum. Afturheldingar skoraði leikmann nr. 10 Elmar Kári Einarsson Kogic. Já, blaut tuska í andlit Njarðvíkinga sem hafa sótt aðeins á afturheldingu. En virkilega vel gert hjá Elmar Kára að komast þarna fram hjá Örn Njarðvíkur inn á tegin og láta brjóta sér og virkilega örugt víti hjá honum. Hvernig ætla Njarðvíkingar að svara þessu? Helgi langabolta hér yfir á Amin. Hreggviður kemur hér í utanumhlaupið. Amin nýtir það. Hreggviður kemur með fyrirgjöf sem er ekki nógu góð. Stoppar á fyrsta varnarmanni þarna. Og vingast sem gestirnir eiga. Gestirnir að missa boltan á hættulegum stað. Ómar Díuk aðþrengdur og með skotið töluvert fram í að markinu. Íbra til hægri og setur hann til liður á Björn Aron. Þessi var Tómas Bjarki þarna hægra megin. Björn Aron. Arnar Helgi kemst inn í þessa sendingu en þessi ratar alla leið yfir á Arnar Daða í markinu.
Kosic en þetta sending sem Amin Kosic nær ekki. Velist hjá Mosvellingum en Gjá kemst inn í þessu sendingu en Afturölding nær að koma boltanum yfir vinstri megin. Stokkur kemst inn í þessu sendingu og vinnur síðan markastið. Sigurjón Már í smá vandræðum en að vinna sér aukaspyrnuna. Sigurjón sem þetta erfitt í þessu roki og Amin ekki að hemja þessa sendingu frá Ibra Kamara. Sækir hratt, Tómas Bjarki höngin hér á hjarta Ómar Díok kast. Sem hann vil vera í á vinstri fótinn, kemur fyrirgjöfuna í hausinn á einu varðamanni og þetta eitthvað sem Afturölding á.
stingast. Vestum vel og vinnur sér aukaspyrnu þarna. Framlega gert á Freka. Gunnar Oddur dæmir ekki neitt og þessi sending auðleysin hjá Sigurjóni. Já, þessi fer alla leið út í Keflavíkur, þessi Reynsson. Gunnar Oddur að dæma aukaspyrnu og þeir taka hann hratt. Ég Elmar Kári í hlaupi en þessi lönguboltar eru erfiðir í þessum aðstæðum. Það er oftast allt út í vinstra megin fyrir Hreggvið. Það er boltan hér í svæði fyrir fram á sig. Virkilega þéttir gestirnir tilbaka. Sigurjón smá vandræðum. Elmar Kári með ágætispressu þarna. Kai Leo gerir vel og kemur honum aftur á Arnar Helga. Arnar Helgi með sendinguna hérna yfir en þetta er þessi fyrir alla leið tilbaka á Arnar Daða. Hér rennur Hreggviður. Aron sem hreint í fætur hér á Sigurjóni. Góð hreyfing hérna, Dominik og Íbra sem hann er ekki að færa boltan aðeins hraðar. Arnar Helgi Kai Arnar Helgi á Ómar en finnur ekki Tómas Bjarka. Sigurjón á Amin. Hér með 4 hvíta fyrir fram að sig. Amin Gósits á Sigurjón. Ómar Díuk. Kai Leo reynir að finna hér eitthvað úti vinstra megin. Og hér er Amin Gósits að brjóta af sér. Stígur þarna fyrir Elmar Kára. Miklega rétt á Gunnar Oddi. Leikurinn þar hann af stað aftur hér.
skemmtilega gert og hér er Arnar Helgi að brjóta af sér og fer hann í bókina hjá Gunnar Oddi. Já, hann gerir það. Gestirnir að spila sér nokkuð auðveldlega í gegnum miðsvæðið með fáum snertingum. Arnar Helgi Magnússon kominn í bókina. Hér er reynaði sendinguna yfir Tómas Bjarka og þeir vinna boltan hér á miðin og hér er brotið á Arnari Helga. Brot fyrir brot. Þá er það Hreggviður á Tjá. Hreggviður kemur einn upp vinstra megin, Hamín Kosits komin inn í völlin og er ekki koma boltanum hér á Hreggvið. Snurðsmið Njárvíkur vil hafa aukasvöldin þarna en Gunnar Oddur hlustar ekkert á þá. Hálftími liðin hér á Rafaldsvellinum. Gestirnir úr Mosfellsbæ 2 marka fórustu. Aðeins betri mæting á síðasta leik Njarðvíkur í Lengjudeildinni. Nágrannaslagurinn í aðeins betra veðri. Tjá að gera vel. Það er við sending þarna á Íbra sem hann er ekki að hemja. Myndaði kemur langabolti fram. Smá pingpong þessa sekundur. Tjá tekur hann niður, finnur hér Íbra. Kæleo og Dominik ætla leið niður á Íbra aftur. Íbra gerir vel. Hér er Tómas Bjarki komin í hlaupið og Íbra setur hann í svæði fyrir Tómas Bjarka sem eldir hann upp en þetta er vel leyst hjá gestunum. Ekkert panik þarna en hér kemur skrítir sending. Dominik voru liðið að ná stjórn á boltanum með þetta þessa stundina. Ég reyna Njarðvíkingarnir aftur. Hreggviður. Arnar Helgi. Kæleo horfir yfir til hægri, finnur hér Hamín Kosits, góður bolti á Hamín Kosits en hann er rángstæður því miður fyrir hann og hans lið. Gestirnir fljótir að setja í gang. Elmar Kári og Hamín brýtur hér. Smá pirringur í þessu. Og Gunnar Oddur lætur hann vita af því að þetta er ekki í boði. Smá hættusvæði þarna, Hamín Kosits líklega spjald fyrir næsta brot. Og langur bolti upp í vindinn hjá Arnari Daða. Sigurjón skallar hann hér á Aron. Elmar kemur utan á hann. Elmar 1-1 gegn Hreggviði. Elmar leitar á vinstri fótinn en Hreggviði sér við honum og þetta er hornspyrna sem gestirnir fá þegar 12 mínútur eru eftir af fyrri hálfleik. Hér gefur Elmar Kári einhver merki.
stendur eitthvað í kerfi í gang fyrir Aftureldingu. Kemur spyrnan til föst spyrna í átt að markinu en Sigurjón nær að skalla þetta í burtu og svo skot sem hrekkur af einhverjum aftur út. Elmar Kári með fyrirgjöfuna og þetta er auðvelt fyrir Aron Snæ sem leitar af því að koma boltanum hratt í leik. Og hér er Dominik Radic í miklu kapplaupi. Þetta er vel leist hjá Gunnari Bergmann. Amin Dominik Hreggvið Hreggviður reynir fyrirgjöf en þetta er enn ein hornspyrnan sem heimamenn fá. Svo 5. Ómar först sendingin á tein og þessi átt að markinu og Njarðvíkingar eru að minnka muni hér á Ráðhúsvellinum. Já, líklega var það Dominik Radic sem skoraði þetta mark. Tómas Bjarki afsakið. Já, koma gestirnir hér uppi hægra megin. Elmar Kári. Elmar Kári með skoti en þetta er beint í Arnar Helga. Engin hótspyrna. Hækast hér. Branir og Gjá. Klafsir inn á vallarhelming Njarðvíkinga. Þetta er yngast sem heimamenn fá. Sigurjón langur bolti framvöllin og Dominik. Það er dæmt á einhvern Njarðvíkingin. Ómar Díuk bara líklega sem breyta sér. Stuðningsmenn Njarðvíkinga ekki par sáttir við Gunnar Odd í þessu leik. Boltan er yfir Arnar Helga og Sigurjón sem leitar á Aron í félaga sínum. Kosic setur smá pressu hér. Bra. Þessi sending beint á Amin Kosic sem reynir að finna Dominik Radic þarna en tekst ekki. Hefði Dominik Radic verið bara einn gegn Arnari Daða. Elmar. Það fer hann aftur hér. Og skipta frá hægri með vitum vinstri.
Hér vinstri, hér getur komið hættuleg fyrirgjöf en þetta er nánast þessu skot en í lúkurnar á Aroni Snæ. Guður sér hlaup hjá Dominik Radits, heitir hann hér í svæði en aðeins svo langt og Arnór Daði rennur þarna en þetta er í markspyrnu. Sýntist hann ekki snertan þarna Arnór Daði. Fimm mínútur eftir hér að venjulegu leiktíma í fyrri hálfleik. Hörku leikur tveggja góðra liða. Og munurinn 1 mark. Gestunum mjög vel. Arnar Helgi finnur hér Tómas Bjarka úti sem er með smáflugbraut en hægir á sér. Bra og Tómas Bergi Kæli á alveg niður á Arnar Helga sem fer hann hratt yfir á Sigurjón og hér er Hreggviður með smá pláss út í vinstra megin. Sigurjón það tilbaka í Bra. Þetta er hættulegur leikur þarna og Gunnar Oddur dæmir aukaspyrnu. Fljótur að taka hana. Hér er Ómar og Dominik Radits vel. Amin finnur hér Ómar Díuk sem er rangstæður aðeins svo lengi með sendinguna hérna. Amin Kosic og Ómar Díuk var komin í rangstöðuna þegar sendingin loksins kom en Njarðvíkingarnir eru aðeins að hóta. Arnar Helgi með boltan háan og langan og þetta er virkilega vel gert þarna. Þeir eru rólegir þarna aftast en gestirnir er ekki alveg að ná að halda boltanum og spilunum á milli sinn eins vel og þeir eru búin að vera að gera á köflum í þessum fyrri hálfleik. Heimamenn töluvert meira með boltan síðustu mínútur. Stillaður upp í aðra sókn. Sigurjón Arnar Helgi niður á Aron Snæ. Aron Snær setur hann svo hérna upp í vindinn og hann Kosic í smá baráttu. Ára Elmar Kári þrjá hér gegn sér og verið niður við litla hrygningu Ómar Díuk en gestirnir fá engasti það vona að sé í lagi með hann Elmar Kára. Já hefur fengið þarna eitthvað smáhögg. Smá köll úr stúku Njarðvíkinga sem var ekki alveg par hrifnir af þessu. Leikurinn farin aftur að staða. Það gerir Sigurjón vel, kemst þarna inn í sendingu á milli línuna og hér inn er í Bra líka sendingu en
komast inn í þetta smá fram og tilbaka núna þessar sekundur. Það er Elmar Kári, þetta er frábælega gert hjá Elmari Kára og hér koma þær upp hægra megin. Elmar kemur í hlaupið hér utan á sendingin hérna á milli sem við bara kemst inn í kvekkviður og hér smá hefni. Aron Snær hirði þennan bolta. Geta Njarðvíkingar jafna metin hér fyrir lok fyrir áleiks, tæp mínúta eftir að venjulegum leiktíma. Kári ekki í boltanum eins og vanalega. Kúsits reynir að verja stónum. Kári hörða tilbaka. Og engu bætt við hálfleikinn hér á Rafálsvellinum. Það voru gestirnir sem komust 2-0 yfir með mörkum frá Hrannari og Elmari Kára úr víti áður en það var Dominik Radic sem minnkaði munin eftir hotspinnu frá Ómari Díuk. Staðan hér á Rafálsvellinum í hálfleik Njarðvík 1, Afturelding 2. Þeir eru klúbinn og allir orðnir þannig,
These are definitely my friends. This is the first lesson of me realizing I wasn't alone. Fuck it. Creeping through the night, a route master bus, one street to another. As I look around, all I see is fragile hearts. Hello, mate. I'm not going to be here forever. Fuck it. You are my friend. Somewhere we all remain together. Their acceptance is making me feel a bit awkward. Let's dance again, shall we? Finally found you, you turned a blind eye.
then she start yelling at feds. Got another email from a female. I think I want the retail for the details. Wanna know if B-Lab's a free mail. And it's sexy. Here's the number, phone me, text me. First you never text me back. Now it's mad, now I link with Skeppy. You get me? Anytime that we link up, ladies wanna get down, wanna drink up. Bad girl says she love a man with tattoos. From my neck to my feet, man, I inked up. Yeah, we step in the party, see the sexy ladies start smiling, wink up. Tell my G with the loud pack, fill it up. Grab a champagne glass and I fill it up. Who's not feeling us? Tell them stay far away before the man them hold you. I don't wanna have to tell you that I told you. Cause we're not on this talking thing. Rude boy, cool, let the ladies in. Sorry, not sorry, I gotta say these things. Shuffle the pack, I can't stand with the waste, man. No jokers, it's just queens and kings. Time after time, only in the night time. Had to remind you, we can't rewind time. Finally found you, you turned a blind eye. Show me your dark side, say your goodbyes to you. You got to love me. You got to love me.
vellinum óbreytliði áleik. Márið til það var Ómar Díuk sem hann skoraði ekki, það var Tómas Bjarki sem setti boltan í netið. Ómar Díuk með stóðsendinguna. Já, þetta var endan á milli hér í fyrra áleik. Spurning hvernig sá síðari verður. Þetta rigna í bili hér í Njarðvíkunum. Gunnar Oddur rekur hann aftar og aftar og aftar. Já, yngast sem gestinir eiga. Kósið til smá baráttu þarna og Gunnar Oddur dæmir aukaspyrnu. Fljótur á takana, setur hann hér í svæði fyrir Ómar Díuk. Ómar Díuk að komist inn á tegin, þetta er góð vörn. Byrjar á ágætistempói hérna þessi síðari hálfleikur og heimamenn stilla hér upp í langt innkast sem Arnar Helgi ætlar að taka, fær nýja bolta. Þetta er langt inn á tegin eftirhundin dettur þarna og skoti frá Amir Kosic er laust og framhjá markinu. Já, 4 leikir í lengjudeildinni fyrir í dag. Fjölnismenn vinna Gróttu 5-2 í Grafarvoginum. Leiknismenn fara til Dalvíkur og vinna 1-0. Keflvíkingar fara í smá fíluferð til Vestmannaeyja og tapa 5-0. Íringar Markmann Ásland og félagar gera 1-1 jafntefli við Þórsara. Hér fer Sjá hann á nýjast niður, fær smá höfuðhögg. Ekkert dæmt á þetta. Svo á sama tíma á þessi leikur eru Þróttarar úr Reykjavík að vinna Grindvíkinga 1-0. Nelly fyrirliðin tekur hér ringastið. Var fram hjá einum. Svo með Rekkvið hér út í vinstra megin. Bara hér hjá Elmari og Rekkviður heldur í boltan, gefur hann á Sigurjón og Njarðvíkingar byrja aðra sókn. Skilur honum aftur á Sigurjón. Já, við skiptast á að tapa boltanum hérna þessar sekundunar. Sjá. Sigurjón hótar að fara aftur í alveg sendingu áðan en ættir við og finnur Amin hérna út í vinstra megin. Leita hér af réttri leið í gegnum skipulagða Mosfellinga. Aron Snær skiptir hann hér yfir en Aron Eli skallar þetta í engast. Tómas Bjarki fljótur að taka þetta af. Ómar Díuk reynir við þennan en Aron Jónsson setur þennan í engast. Ibra snýr hér á Oliver.
Kæleo á Tómas Bjarka sem í fyrirgjöf stöðu, kemur fyrirgjöfuna eitt í varnarmann og þetta gerir Sigurjón vel, vinnur boltan hér á hættulegu svæði en já, setur hann svo í kassan á einum Njárvíkingarnir halda hann en þá Kæleo á vinstri fótinn sinn, við sendum hér inn í völlin en á engan. Já, koma gestinir hér hratt og Tómas Bjarki með slæma tæklingu tekur lítið af boltanum þarna og uppsker guldspjald frá Gunnar Jóti. Já, virtist vera rétt ákvörðun þarna hjá Gunnar Jóti, dómaralegsins. Bjerrum, finnur hér Hrannar, þetta vel spilað hjá gestunum. Hrannar kominn á tegin, sendingin Oliver Bjerrum en þetta í Hreggvið sem kemur boltanum á Íbra og hér hlýtur að fara að minnstakosti eitt guldspjald á loft. Já, það Bjarni Páll sem fyrir þetta guldspjald til að sparka boltanum í burtu en ekki spjald fyrir broti sjálft á Íbra. Njárvíkingarnir ekkert allt var sáttið með það. Það var Bjartur Bjarmi mér sem braut þarna á Íbra. Þeir takast í hendur. Arnar Helgi Kæleo Tómas, þetta innkast sem gestirnir fá smá ágískun hérna að sýndismanni. Nelly nær ekki að halda þessum inn á og þetta innkast sem hefum á Arnar Helgi, alveg fljótur að taka þetta en ekki síðan við. Kæleo reynir til hann aftur en gengur ekki. Hér gerir Oliver vel, finnur Hrannar. Hrannar hér út í vinstra megin. Aron Eli. Eftir Oliver Bjerrum. Það var ágætið sumið þarna hjá honum en sendingin aðeins og föst. Þannig að vera að finna þessar sendingar í byrjun síðari hálfleiks. Íbra falla og þetta segjum bara að þetta hafi verið vel sótt hjá honum. Íbra á komin Njárvíkingarnir hratt. Hreggviður finnur Ómar aftur. Ómar á Dominik og þetta vel spilað hjá Njárvíkingum. Já, hér út á Kæleo inn á vinstri fótinn. Kæleo hleypur í smá vandræði þarna og hér koma þá gestirnir hratt. Hrannar, Íbra á eftir honum. Hrannar stoppar. Þetta frábær hugmynd þarna hjá Hrannari en Elmar Kári kemst ekki í þetta, vel gert hjá Sigurjónum á. Boltinn stoppaði þarna aðeins í rokinu. Það var Ómar Díuk. Sækir aukaspyrnu þarna á Bjarna Pál. Þetta fer aftur á stað. Tómas Bjarki. Kæleo kemur hér í hlaupu upp í hægra megin. Kæleo vill væntanlega fara á vinstri fótinn sinn en góð vörn hjá Hrannari. Ómar Díuk gerir vel, hann komin hér inn á tegin. Ómar Díuk vill fá nei, það eru gestirnir sem aukaspyrnu hendi þarna á Ómar Díuk.
Davíð setur hann á Aron Níl sem skallar hann hér áfram á Hrannar Arnar Helgi nær að setja líkamann fyrir og gefur með hælspyrnu á Tómas Bjarka og Dominík. Þetta er kast mann í baki og hér er Amil Kosic að það í bókinu eða hvað? Nei jú, Gunnar Oddur skellir spjaldina á hann var búinn að gefa honum viðvörun í fyrri hálfleik og Amil Kosic uppsker hérna verðskulda gullspjald. Aukaspinnan, þetta er föst spinnan á tegin en Gjá nærar hins að þennan í burtu og Aron þetta þennan fara í einkast virkilega föst spinnan hann hjá Aroni og þetta er frábælega gert við kemur settingin út í tegin en Arnar Helgi nær að komast inn í þetta og Hrannar nær ekki að halda boltanum og Gjá Ómar Díuk sem nær ekki að hemja þessa settingu og setting hér yfir vörðuna Sigurjón nær ekki að skýla honum í hotn og þeir halda boltanum hér ennþá inn á og Sigurjón hér í smá baráttu hér fellur einn og hér fellur annar og Gunnar Oddur flautar ekkert í flautuna og fyrirgjöfin hér aðeins fyrir aftan Hrannar en Gunnar Oddur stöðva svo leikinn hér þannig fjalluð þeir nokkrir með alla sem er gott og leikurinn er farin hér af stað aftur Víkingar leita af jöfnunarmarki Guður Amin þetta er íkast sem Víkingar fá að Arnar Daði kemur út á markinu og setja þennan hátt í loft þetta er líkaspilna kastar Íbra boltanum til Mósellinga sem eru glæði með það Ronelli á Hrannar ekki snúa Aron Eli setur hann svo í hann hátt upp Ólfur Björn er ekki að taka hennar niður ára Kæleo það er engast þarna Eli setur hann niður og Arnar Helgi í smá kaplubi þetta er virkilega vel gert hjá Arnari Helga hér stoppar Gunnar Oddur leikinn höfuðmeiðsli sýnist mér Aron Jónsson hann fyrir smá hnjaskið þarna
Bra Kæleo Ómar í hlaupinu en sendingin fór hérna nær Dominik Raditz og Aron setur hann út af í innkast. Kai byrjar aðeins aftan í Ólafur Björrum og þetta er réttilega dæmd aukaspyrna. Hérna í þessum lönguboltum hittu það þekkja þegar klukkutími búinn að leiknum. Bra Rómar Djúk aðeins dýpra til að segja boltan, fær Hreggviður með sér eftir þeir spila hjá nærgingum. Amin kominn aðeins inn á völlinn á Djá en boltin undir Djá og hér kemur Aron Eli með sendinguna hér yfir á Elmar Kára. Elmar Kári kominn inn á tegin 1-1 gegn Sigurjóni og með skotið en þetta er á nærstökina á Aron Snæ sem ver þetta. Rómar Díuka falla við eftir Bjarmi sem hluta á honum. Nú var það Amin Kosic Hreggviður með sér hérna vinstra megin. Hreggviður getur komið með hann fyrir en þetta er laus sending sem er ekki í fremstu menn og eftir hér en boltinn hér í hornspyrnu. First sending og boltinn er inn á tegin og hér er Sigurjón og hér er skotið rétt yfir markið frá Amin Kosic. Dauða færið þarna sem fer forgörðum hjá Amin Kosic. Tekur skotið þarna eins í skrefinu og næri ekki að koma sér yfir boltan, skoplar honum yfir markið. Þarna var séns fyrir heimamenn. Kringkastið hér meina á vellinum. Fram en beint á Sigurjón sem fær hann aftur frá Aroni Snæ. Ekki sér Aron Snæ. Hreggviður með langan bolta, allt og langan bolta og þetta er markspyrna frá marki gestanna. Sigurjóni og hér er Amin Kosic að harða hlaupum upp við vinstra megin, kemur skoti og þetta er rétt yfir markið. Kæleo vill fá hornspyrnu en þessi fór bara
ekki af neinum og yfirmarkið á Amin Kosic að fá 2 tækifæri hér á stuttum tíma. Amin Kosic leitar á sínu fyrsta marki í Lengjudeildinni. Það gerir Bjartur Bjarmi vel. Þetta síðan hér við. Gunnar Rótur sér ekkert við þessu. Boltinn endar síðan hjá Aroni Snæ. Arnar Helgi á Tjá. Hóan bolti hér í áttaða mín. Þetta skallaburt. Elmar er hann hér aftur. Þetta síðan hér við og hér er mikill barningur inn á miðsvæðinu og þetta endar sem aukaspyrnu fyrir gestina. Þessi aukaspyrna beint á Tómas Bjarka. Kæleo Íbra. Tómas Bjarki aftur á Íbra. Kæleo komin hér verulega djúpt til þess að koma sér inn í þetta. Ára sigur án á Hreggvið. Hreggviður með sendi ykkur hér upp línuna á Ómar Díuk og hér vilja Njarðvíkingar fá hendi og þeir fá hendi. Þarna fellur hann við og virðist hafa sett hendina í boltan þarna að mati Gunnars Odds. Hér er það Ómar Díuk sem getur með góðu skoti skorað enn eitt markið. Það gerir Ómar Díuk. Aukaspyrna hér á vítateigs horninu. Ómar Díuk yfir vegginn og yfir markið. Já, það er ekki að setja hann upp og niður, uppi og yfir vegginn. Þá eru Njarðvíkingar að gera skiptingu. Sýnist að vera Amin Kosic sem er að koma út af og Freysteinn Ingi Guðnason er hér að koma inn á. Njarðvíkingar gera breytingu á sínu liði. Út af fyrir leikmaður númer 14 Amin Kosic og inn á í hans stað kemur leikmaður númer 11 Freysteinn Ingi Guðnason. Já, Freysteinn Ingi kominn inn á ungur Njarðvíkingur. Byrjaði síðasta leik gegn Keflvíkingum. Aron Eli kemur honum fram völlinn á Hrannar sem er ekki að halda honum inn á. Þetta er yngar sem Njarðvíkingar eiga. Tómas Bjarki fljótur að koma með leik. Tjá, þetta er hér við. Kæleo virkilega góður bolti hér á Ómar Díuk sem er að sleipa í gegn. Ómar Díuk yfir á vinstri fótinn. Ómar Díuk að jafna fyrir Njarðvíkinga. Frábærlega klárað hjá Ómari Díuk og Njarðvíkingar jafna hér metin þegar 20 mínútur eru eftir. Ómar Díuk hættir ekki að skora. Frábær sending á Kæleo þarna á Ómar Díuk sem köttar yfir á vinstri fótinn og setur hann fallega í fjærhótti fram hjá Arnari Daða. Það er leikmaður númer 9 sem skoraði þetta mark fyrir Njarðvík, Ómar Díuk. Já,
allt í aft hér á Rafálsvellinum þegar 20 mínútur eru eftir og gestirnir vilja svara þessu strax en Hreggviður kemur honum framvöllin. Ekki að halda boltanum alveg jafnvel og þeir voru að gera í fyrri hálfleika á köflum. Þeir eru að tengja færri sendingar. Hér er Arnar Helgi með skrýtna sendingu. Nóra Hrannar sjá komin mjög nálægt honum. Aron Eli hér á Bjartur er að fara alveg yfir en Freysteinn Ingi kemst inn í þessa sendingu. Það gera Freysteinn Ingi vel og Ómar með honum. Freysteinn Ingi finnur Kai Leo hér út í hægra megin. Kai Leo það er ekki að halda sér á fótum þarna Færeyingurinn. Það var ólitleg sókn hjá heimamönnum. Það var Oliver Björn Tómas Bjarki mætur Hrannar finna fyrir því aðeins yngast sem fyrir liðin Aron Eli tekur. Finnur hér Tómas Bjarka tilbaka ára Sigurjón. Hrannar kemur í smá pressu og Aron Snær setur hann þá fram. Ára Bjartur hér út á Aron kemst ekki fram hjá Hreggviði, vel gert hjá Hreggviði og Freysteinn Ingi kemur svo í hjálpinu þarna og vinnur innkastið að mati dómarateymisins. Ómar þannig hér yfir vörðina á leið á Arnar Daða skokkana henni inn í sem leiðin Íta Teo tekur hann upp. Skallar einn yfir til hægri en þetta er aðeins svo langt fyrir Kai Leo. Finnur hér Gunnar leið út til hægri. Kárin er ekki að halda þessum inn á spöksendi hérna frá Georgi Bjarnasinni. Freysteinn sendinguna eru klínuna á Ómar Díuk reynir að fara hér fram hjá og flott fyrir litlar sækir aðna aðeins og ágengur í bakið á honum Aroni. Elmar líka boltanum hér áfram og hér er Oliver Björn að vinna sér einn aukaspyrnu. Sigurjón Már liggur hér óvíður eftir á miðjumvellinum. Eitthvað smá byltu þarna. Bjarni Páll sparkar þessu í gang aftur. Það er hann hér aftur. Sendinguna er hægra megin. Hreggviður skilur smúta, setur þetta á Sigurjón sem kemur honum aðeins framvöllin og hér er Djá að brjóta af sér á nokkuð hættulegum stað. Aðeins og sent þarna inn í Oliver.
Kári að gera sig líklegan til þess að taka þessu aukaspinnu. Að gera gestin hér, nei þetta er Aron sem setur þetta hátt yfir mark Arons Snæs. Aron Snær fljótur að koma þessu aftur í gang. Tómas Bjarki tekur vel við honum. Kai Leo aðeins fyrir aftan freistinn þarna. Þá koma gestirnir hratt. Hrannar á Arnar Helga. Hrannar fyrir auðveldlega fram hjá Arnar Helga. Hrannar með sendingun inn á teginn og þetta er frábærlega klárað hjá Aroni Jóhannsinni. Virkilega flott sókn hjá gestunum og Aron Jóhannsson er að koma gestunum aftur yfir. Já, Hrannar fór þarna auðveldlega fram hjá Arnar Helga, setur boltan, sjáum þetta hér aftur, setur boltan hér á hárrétta stað og Aron Jóhannsson klára þetta vel innanfótar, sláinn inn. Njarðvík 2, Afturelding 3. Aftureldingar skoraði leikmaður númer 7, Aron Jóhannsson. Já, 12,5 mínúta eftir hér að venjulegum leiktíma og gestirnir komnir aftur yfir. Finna heimamenn jöfnunarmark. Hér er Arnar Helgi. Ár bolti sem gestirnir díla vel við. Aron Eli. Tómas Bjarki á Íbra, kemur seint hér inn í Íbra og Dominik Ratic með skoti framjá. Hrannar kom nokkuð seint þarna inn í Íbra Kamara en leikurinn hélt áfram og Dominik Ratic með skoti framjá. Já, tvöföld skipting í vændum hjá gestunum. Bjarni Páll að kom út af ásamt Aroni Jóhannsinni sem er nýbúinn að skora. Leikurinn komin aftur í gang. Það var það Úlver. Hrannar finnur hann ekki aftur. Tómas Bjarki og Arnar Helga. Leo og hér kemst Patrikur inn í sendingu Kai Leo en gefur dræði hættunni þarna. Það var Patrikur. Sigurjón gerir þetta vel. Þessi sendingi á Arnari Helga ekki góð og Aron Eli kemst inn í þetta. Aron Eli leitar svo hér inn á völlin og tjá ágengur þarna en þeir halda boltanum ennþá og hér er Hreggviður að brjóta af sér rétt fyrir utan vítateig. Hreggviður og er hér að fara í bókina því miður hárrétt ákvörðun hjá
Gunnar Jóti. Bara hlýtur það að vera Elmar Kári sem fær að taka þessa aukaspyrnu. Oliver stendur þarna við boltan með honum. Elmar Kári, þetta er fast í gegnum vegginn og framhjá Aroni Snæ Friðriksinni. Og gestirnir eru að fara langt með þetta hér á Rafalsvellinum. Stefnir allt í annað tap Njarðvíkur á þessu tímabili. Elmar Kári Einarsson Kokic að skora hér beint úr aukaspyrnu. Afturlíka skora leikmaður nummer 10, Elmar Kári Einarsson Kokic. Hreggviður braut þarna á rétt fyrir utan teig sem gaf þessu aukaspyrnu því miður. Hér koma gestirnir aftur, ætlaðir endanlega að klára þetta. Patrekur Orri á Oliver Björrum. Patrekur á Elmar Kára. Sendingin alveg yfir á Hrannar sem nær að taka niður með Tómas Bjarka fyrir framan sig. Hrannar finnur hér Aron Eli úti. Aron Eli horfir inn á teiginn. Arnar Helgi í bakinu þarna og Kai Leo finnur Aron Snæsó í fætur sem er með herkjum og komur svo aðeins framvöllin, en fín pressa hjá gestunum núna. Aron Eli með góða fyrirgjöf en Sigurjón er á undan í þennan bolta, en skiptir ekki öllu því að búið var að flagga rangstöðu þarna á Elmar Kára. Freysteinn gerir þetta virkilega vel. Freysteinn Ingi, það er að koma boltanum mér á Kai Leo. Þetta er hér inn í völlum. Kai Leo svo með sendingu hér yfir á Ómar Díuk. Frábær sending, vel tekið á mótunum. Ómar Díuk reynir að koma á boltanum með teginn. Þetta fer ekki aftur fyrir, þetta fer aftur fyrir og hornspyrna dæmd. Þreföld skipting í vændum hjá heimamönnum. Ómar með hornspyrnuna, góð spyrna inn á teginn, en Gjá með skallan hátt yfir markið. Þrefaldskiptingi er Hreggviður Ibra Kamara að koma hér út af, og Kai Leo er að rölda út af hjá marki afturhildingar. Þrefalda breyting á sinniði, út að fara leikmenn nr. 10, Kai Leo í Barðhaldsstofu, nr. 15 Ibra Kamara og nr. 24 Hreggviður Hermannsson. Inn að koma leikmenn nr. 16 Svavar Þórðarsson, 18 Björn Aron Björnsson,
og númer 20 Erlendur Gunnarsson. Já, Gunnar Heiðar að henda hér 3 inn á undir lok leiks til þess að ná jafnvel að Krista eitthvað úr þessu. Hér kemur Hrannar finnur hér Patrik Orri komur á tegin, setur boltan hér út og hér kemur skotið og þetta lekur fram hjá Aroni Snæ í markinu og Mosfellingar eru endanlega að klára þennan leik. Sævar Atli Hugason að klára þetta fyrir gestina. Njarðvíkingar ná því miður fyrir þá ekki að endur heimta toppsætið af Fjölnismönnum en eru þá enn í öðru sæti Lengjudeildarinnar. Gunnar Róttur flautar þetta aftur í gang hér. 3 marka forysta Mosfellinga hér þegar rúmar 2 mínútur eru eftir að venjulegu leiktíma. Sjá, kemur með sendingunni hér fram völlinn. Freysteinn er að taka þetta niður. Freysteinn Ingi setur hér Dominik Ratic inn fyrir Dominik Ratic með góða fyrirgjöf en gestirnir eru á undan í þannan. Mosfellingar eru að koma sér í 14 stig með þessum sigri, eru þá 6 stigum á eftir Njarðvíkingum. Eru að lyfta sér í 4. sæti deildarinnar. Hér er brotið á Tómasi Bjarka. Björn við komum inn á svona maður hér á Svavar Örn. Svavar hér er þetta ágætlega og vinnur hér hornspyrnu fyrir heimamenn. Já, Ómar Díuk ætlar að taka þetta hratt. Hér gefast ekkert hér upp þó staðan sé erfið. Ómar góður boltinn á tegin en Aron Eli stendur manna hæst á næstíkinu og skalla þetta burt. Erlendur finnur hér bróður sinn Freysteinn og önnur hornspyrna sem Njarðvíkingar fá. Freysteinn hér er Gjá Freysteininga. Freysteinn með bara fínasta skot en Arnar Daði gerir vel grípið þennan. Hér er Erlendur að fara hátt með fótinn. Erlendur Gunnarsson, það var ekki viljaverk og hér er allt að sjóða upp úr Gjá Ananías. Hér liggja 3, 2. Hér er rauðaspjaldi komið á lofti á Gunnar Jótti. Þetta er óþarfa. Þetta er allt saman óþarfi hér. Hér er Gjá að fá rautt og hér er einhverja hrindingu og hér er
Erlendur Guðnason að fá rautt spjald líka. Gunnar Oddur að fara hamförum hér, stelur sýningunni, hattar það ekki. Já, Erlendur Guðnason að fá hér rautt spjald fyrir fóturinn fer ansi hátt þarna hjá honum. Þá þjarma Mosfellingar að honum og Tjá kemur fyrstur á vettvang og lætur menn finna þarna fyrir sér. Svo hér aðeins að ræða við áhorfendur. Já, þessi tveir ekkert endilega þekktir fyrir þetta. En virkilega súr endir hjá Njarðvíkingum hér í þessum leik. Eftir glæsilega byrjun á þessu móti. Það voru síðustu mínútur frekar súrar. Njarðvíkingar mega ekkert endilega við þessum skakkaföllum, ekki með stærsta hópinn í þessari deild og gæti orðið erfitt ef lykilmenn vantar. Kenny Hogg fjarverandi síðustu 2 leikjum, Dominik Ratic fjarverandi í síðasta leik, Kyle og einnig. Þeir verða að halda sér á mótinni. Hér kemur Ómar í duglega pressu. Að spila hér 5-3 kerfið fræga. Síðustu mínúturnar. Hér er Elmar að fara bara nokkuð illa með Ómar Díuk. Elmar Kári kemur að finna setjafóltan hér út hægra megin en Svavar Örn sparka þessum frá. Já, Dominik Ratic í smá pressu þarna en hann hefur lítið sést í þessu leik. Kappinn er öflugur í byrjunleiktíðar hjá Njarðvíkingum. Hér er Patrekur Orri komin hún á tegin og þetta er sendingin út í tegin og Patrekur Orri lítur að vera rangstæður hérna. Já. Og hér flautar Gunnar Oddur Hafliðason leikinn af hér á Rafholtsvellinum. Það eru gestirnir úr Aftureldingu sem fara með 5-2 sigur af hólmi. Njarðvíkingar að fá smá skell hér á heimavelli. Mosfellingar eru að færa sig upp í 4. set deildarinnar með þessu sigri en Njarðvíkingar ná því miður ekki að endurheimta toppsettið af Fjölnismönnum en halda þó öðru sætinu hér í kvöld. Adam Sigursson heiti ég og þakka fyrir mig í kvöld. Verið sæl.